Góðan dag. Fundur settur í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og ég vil bjóða velkomna á fundinn Ásgeir Jónsson seðlabankastjóra og Gunnar Jakobsson varaseðlabankastjóra fjármálastöðugleika. Efni þessa fundar skýrsla fjármálastöðugleika nefndar ársins 2022. Gert ráð fyrir að fundurinn standi í klukkutíma. Formaður biður nefndamenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndafundi sem hafa verið settar af forsætisnefnd Alþingis. Fyrirkomulag fundarins verður með þeim hætti að fyrst muni gestir vera með stutta framsögu málefni fundarins, að því loknu gefst nefndamönnum kostur á að spyrja spurninga og fá svör áður en næsti nefndarmaður fær orðið. Nefndamenn beðnir að hafa í huga að á opnum fundi skuli nefndamenn einvörðungu beina spurningum til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efna til umræðna fundarefni sín í milli. Nefndamenn og gestir jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður. Þá ætla ég að byrja á því að gefa ykkur, Ásgeir og Gunnar, orðið og ætli sé ekki best að þú byrjar, Ásgeir. Bara gjörs vel. Ég þakka þér. Ég kannski hef mál mitt á því að tala það að eftir að Fjármálaeftirlitið og Seðlabanki sameinuðust í ársbyrjun 2020 þá í rauninni Seðlabankin einn í ábyrgð og með umboð fyrir fjármálastöðugleika í þessu landi og við sameiningu og líka stofnuð fjármálastöðugleika nefnd sem í rauninni tekur á ákvarðanir tengdar fjármálastöðugleika. Og fókus okkar hefur verið einhverju leyti á því að í rauninni að tryggja það að fjármálakerfið starfaði með öruggum hætti. Við værum ekki að sjá of mikinn skuldavöxt. Við værum að sjá nokkurn veginn að það væri ekki gírun í kerfinu á takast framins og það hefur einhverju leyti heppnast. Nefndin hittir 4 sinnum ári og á þessum tíma höfum við unnið mjög mikið af frumkvöðlastarfi tengdum fjármálastöðugleika. Við höfum sett á lánþegaskilyrði sem dæmi sem að takmarka bæði veðsetningu fasteignalóna og líka þarna greiðslubyrði. Við höfum líka sett takmarka bankana, sveiflujöfnunarauka og fleira og niðurstaðan svo að við höfum ekki séð skuldir heimilanna vaxa og hlutfall skulda heimilanna af vergri landsframleiðslu eru 80% hefur farið lækkandi. Hlutfall skulda á ráðstöfunum tekjum 150% hefur nokkurn veginn stöðugt núna í 5 eða 10 ár. Og rauninni skuldavöxturinn að draga saman. Og það eiginlega sama á hvaða mælikvarði litið, það eiginlega engin vanskil heldur, enga freistingar þannig að, en það líka hefur verið þannig að á þessum tíma hafa launin náttúrulega hækkað mjög mikið. Og þannig að atvinnuleysi hefur lækkað, það mjög gott atvinnuástand, atvinnuleysi núna eitthvað kringum 3,7% held ég samkvæmt síðustu mælingu og þannig það hefur ekki gert og ég get líka mynda á í þessu samhengi að þetta hagræði líka það að við hefum verið líka unnið í mjög nánu fjármálastöðugleika nefnd unnið í nánu samhengi við Fjármálaeftirlitið. Íslensku bankarnir búa held ég við þau ströngustu skilyrði sem þekkjast í vestræna heimi, bæði hvað varðar eiginfjárkvaðir og fjármögnun og annað fleira. Enda höfum við séð það og ég held að það sé eiginlega fordæmalaust að þráttur að það gengið ótrúlega vel í raunhagkerfinu eftir faraldurinn. Við höfum séð 6-7% hagvöxt á síðasta ári sem ég held ég að sé Evrópumet. Þá höfum við ekki séð fjármálaþenslu. Og þráttur alltaf þó að einkaneysla hafi aukist á síðasta ári þá ekki vegna þess að það hefur slegið lán fyrir þessu. Og sama skapi líka varðandi erlenda stöðu þjóðarinnar að hún í góðu jafnvægi. Við höfum farið á síðustu 10-15 árum höfum við farið frá því að eiga miklar skuldir í útlöndum nettó yfir því að í rauninni að eiga hreinar eignir í útlöndum. Og þannig í öllu samhengi þá er greiðslustaða þjóðarbúsins mjög sterk. Og við höfum líka séð
útflutningsgreinar okkar verið að taka mjög vel við sér. Þannig að enn sem komið hefur verið mat þessar nefndar að staða fjármálastöðugleika á Íslandi sé tiltölulega góð. Og við höfum góðan grundvöll til þess að byggja á eins og varðandi það að ætla að draga úr eftirspurn í hagkerfinu eins og með beitingu peningastefnunnar. Gunnar, vilt þú þarna bæta aðeins við? Örstutt varðandi fjármálastöðugleika að eins og kemur fram í skýrslunni að þá fjármálastöðugleiki hér á landi. Fjármálakerfið mjög traust, fjármálakerfið vel fjármagnað, það nægt laust fé og eins og við ræddum á þessum vettvangi fyrir nokkrum misserum síðan að þá tókst okkur að takast vel á við COVID-faraldurinn vegna þess að heimilin og fyrirtækin komu inn í COVID-faraldurinn með tiltölulega sterkan efnahagsreikning og mér sýnist það vera raunin núna líka að heimilin og fyrirtækin eru með sterkan efnahagsreikning sem að mun auðveld okkur að takast á við það sem framundan. Auðvitað það svo að verðbólgan ekki að hjálpa okkur fram á við. Hins vegar fjármálakerfið vel í stakk búið til þess að takast á við ef að það verða einhver erfiðleikar til framtíðar. Þeir erfiðleikar eru ekki komnir fram í gögnunum í dag. En við verðum náttúrulega bara að bíða og sjá hvort að svo verði raunin. Og við erum í því hlutverki að greina og meta áhættu og kannski svona búast við því óvænta og þess vegna erum við alltaf að velta fyrir okkur, erum við í stakk búin til þess ef að hlutir fara á verri veg á næstu misserum og við teljum að staða allavega fjármálakerfisins og út frá fjármálastöðugleika sé bara feikilega sterk nú stundir. Já, takk fyrir það. Þá hafið þið lokið ykkar framsögu og hér verður opnað fyrir spurningar og fyrstur á meldaskrá Guðbrandur Einarsson. Gjörðu svo vel, Guðbrandur. Já, takk fyrir að koma til fundar við nefndina. Mér langar, þetta lauflegt í þetta skipti. Seðlabankinn rýmkaði fyrir vikunni reglur notkun verðtryggðu krónunnar og það virðist vera gert til að auka sparnað. Það til marks að ekki hafi tekist að auka sparnaði í gömlu óverðtryggðu krónunni nægilega mikið til að stemma stigu við verðbólgu þrátt fyrir að vextir hér séu tvöfalt hærri en í löndum sem eru með álíka verðbólgu. Spurning númer 2 ekki vandinn sá að vaxta ákvarðanir Seðlabankans ná til of lítils hluta hagkerfisins eða telur Seðlabankinn almennt nauðsynlegt að auka vægi verðtryggðu krónunnar á peningamarkaði. Og númer 3 telur Seðlabankinn að aukin notkun verðtryggðrar krónu á kostnað gömlu óverðtryggðu krónunnar auki stöðugleika og dragi úr áhættu í bankakerfinu. Takk. Þrjár spurningar. Ástæðan fyrir því að Seðlabankinn rýmkaði reglur verðtryggð innlán þetta eru 30 ára reglur sem eru einhver lítið barnsins tíma. Seðlabankinn sér ekki ástæðu til þess að vera að takmarka hvernig sparnaðarform eru boðin. Það er kannski svona megin ástæðan. Það þannig að vandamálið hjá okkur hefur hvað bara sparnað svo sama eins og hjá öðrum löndum núna í vestræna heimi að það eru neikvæðar raunvextir. Verðbólga í Íslandi mjög svipuð og í Evrópu að meðaltali. Það eru mörg Evrópulönd sem eru með hærri vexti og hærri verðbólgu en við líka. En það ákveðin vandi þegar eru neikvæðar raunvextir þá við eitthvað leyti verið að refsa sparifjáreigendum. Og þannig að við teljum reyndar að þetta fel ekki í sér neina eigin breytingu að gera þetta en þetta bara eykur framboð af sparnaðarkostnaði fyrir almenning. Og verðtryggðakerfið búin að vera hérna við lýði síðan 79 og náttúrulega enn við lýði og það liggur fyrir að ef okkur gengur ekki að halda verðbólgu í skefjum ef það misheppnast þá þetta kerfið að koma aftur upp en þessi kerfið veitir ákveðið öryggi við útlán. En það sem líka það að þetta verðtryggða kerfi hefur aðalega lýst sér í því að fólk hefur að taka verðtryggð lán en
En það líka alveg vel til þess fallið að gefa fólki kost á því að fá verðtryggt innlán. En ég held að þetta sé í rauninni engin megin breyting sem þetta felur í sér, en þetta bara fyrst og fremst spurning það að fjölga valkostum við sparnaður. Hvað varðar notkun á erlendum myntum í Íslandi, þá var þetta mjög, ég held að 70% af öllum skuldum fyrirtækina fyrir hrun, fyrir 2008 hafi verið í erlendu, sem fór bara mjög illa þegar að gengi króna féll 2008 og núna eru alveg gríðarlega strangar reglur erlend útlán hjá bönkum. Bankarnir mega ekki lána í erlendu til fyrirtæki sem eru ekki með erlenda tekjur. Og í raun og veru eru erlend lán bankarna tiltölulega lítill hluti af heildarútlán. Þetta er mest á lán til útflutningsfyrirtækja og þessara stærstu, að ég held, eins og sjávarútvegsfyrirtækja, fjölþjóðlegra fyrirtækja eitthvað álíka. Við teljum að þetta sé ekki það stór hluti af heildarútlánum bankanna að það skipti öllu máli hvernig þetta gengur fram, hvernig peningastefnan gengur fram. Og það kannski ekki heldur að allt til þess að þeir eiga við í rauninni fjölþjóða samstöpur eins og mörg sjávarútvegsfyrirtæki okkar eru, eða fyrirtæki eins og Álverin eða Marel eða svo ég nefni ykkur fyrirtæki að þau séu bara fjármunni krónum þegar þau eru í rauninni í viðskiptum allan heim. En við höfum lagt mikið vara við því hins vegar, svo það komum fram, að það fylgir gríðarlega áhætta gengisbundnu lán sem margir brenndu sig á 2008. Þannig að við höfum alveg lagt blátt banni því að það væri verið að lána heimilunum í erlendri mynt sem dæmi. Og það eru svipan nálgun sem að margar þjóðir í Evrópu sem ekki eru ekki í evrunni hafa líka tekið, þannig að það er bara ómikil áhætta. Ég held það að svo á þriðspurningunni, ég ætla líka að gefa þér Gunnar, ef að varandi aukin notkun verðtryggðra krónu. Það þrátt fyrir allt að þrátt fyrir vaxtahækkanir þá hefur það var mikið breyting sem átt sér stað upp á 2020 að heimilin fóru að taka nafnvaxtalán. Það hefur ekki orðið reygin breyting á þar síðan. Lánastapinn að miklu leyti, hann hefur ekki endilega breyst að því leyti. Seðlabanki getur náttúrulega vel unnið með verðtryggt kerfi og búin var að gera það núna í einhver áratugi. Náttúrulega og svo fylgja eftir því hvernig þessi verðtryggðu lán eru skilgreind, þessi svokölluðu Íslandslán sem voru mjög algeng hérna árum áður, sérstaklega árunum fyrir hrun, það sem voru 40 ára verðtryggðu lán með jafngreiðslu við skilmálum með föstum raunvöxtum. Það var mjög erfitt að fyrir Seðlabankann að hafa áhrif á þau lán, bara með við hvernig þau voru strúktúrður. Ég til sjálfur persónulega, ég ljósi þess að hvernig vísitala neyslu sem mæld á Íslandi, það sem fasteignaverð kemur beint inn, að það sé mjög mikilvægt að það gefi Seðlabankanum og peningastefnunum miklu meiri bit að sérstaklega ef við eigum hafa áhrif á fasteignaverð að lánum síðan með nafnvöxtum. En hins vegar náttúrulega það að ef það er mikið verðbólga þá er erfitt til fólk að vera greiða af nafnvaxtalán. Gunnar, vilt þú þannig bæta við? Bæta einu örstuttu út frá fjármálastöðugleika að eins og nefndin þekkir að þá erum við með reglur þar sem bankakerfi getur ekki lánað út meira heldur en sem nemur, það má ekki vera meira en 10% munur á skuldum og eignum banka í erlendum gjaldmiðlum til þess að tryggja það að það sé ekki verið að lána í erlendum gjaldmiðlum án þess að fjármögnunin fylgi. Þannig að þetta er til þess að tryggja stöðuleika bankana. En svo í stuttu máli við Seðlabankinn hefur sett ákaflega ströng skilyrði fyrir notkun og erlendum lánsfé í þessu landi. Já, takk fyrir það. Þá er næstur hér Björn Leví Gunnarsson, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Með 4 spurningar, tekur svona 3 mínútur að fara yfir eitthvað sliðis. Hérna það töluvert minnst á óvissu í skýrslu fjármálastöðugleikanefndar. Óvissa sem er svona andstæða stöðugleika. Og ég velti fyrir mér hvort það skýrsla fjármálastöðugleika ætti ekki að fjalla frávik frá stöðugleika, sem magn og ástæður þeirra frávika, sem vantar alltaf mínu magni svona einhverja tengingu á milli þeirra upplýsinga sem eru settar fram
og ástæðuna fyrir ákvörðunum sem eiga að stuðla að fjármála stöðuleika eins og til dæmis með vaxta hækkunum og þá sem sagt með svona því út frá því sjónarmiði þá til dæmis fjallað það í skýrslunni að verðvísitala íbúðarhúsnæðis hækkaði 17,4% á árinu samanborið 18,4% á árinu 2021 sem bara gott að blessa á forsvarsleysum upplýsingar en hvað þýðir það tilliti til einhvers heildars samhengis? Það miklu meira hækkun heldur en venjulega eða bara dálítið meira hækkun og af hverju hækkunin þá svona mikil og svo framvegis? Þannig svona tenging. Þetta hækkunin af því að það skortur á húsnæði til dæmis eða af því að aðföng hafa hækkað. Svona fyrsta vangavelta. Annað dæmi, þið fjalluðum í fundargerð ykkar frá júní 2022 að hagvöxtur fyrsta ársfjórðungs hafi verið töluvert meiri en búist var við. En hvað þýðir það til dæmis með að bara var langtíma hagvöxt? Þar sem hagkerfið sveiflast bara fram og tilbaka í kringum ákveðið langtíma meðaltal sem væri svona næst því að væri hægt að kalla stöðuleika. Hvar erum við í hagsveiflunum með tilliti til þessa langtíma meðaltals? Það skiptir nefnilega máli fyrir okkur að þegar við erum að leggja mat á ríkisfjármálaáætlun og afkomu ríkissjóðs að ef við erum að komast svona upp fyrir langtíma meðaltalið og ríkisfjármálun áfram í halla að þá eitthvað annað að orsaka hallan heldur en hagsveiflan. Svona samhengis dót fyrir til þess fjármálaáætlun sem að koma. Síðan það stýrivaxta ákvarðanir. Miðað við svona helstu drifkrafta verðbólgunnar sem eru miðað við undirvísitölur, matur, húsnæði og bensín til dæmis. Hvernig hækkun stýrivaxta að fara áhrif á þessa þætti? Hverjar eru efnahagslegar afleiðingar þess að hækka stýrivexti á markað í skortstöðu og þó einnig hvernig eru praktískar afleiðingar fyrir þau sem þurfa að þola skortin. Til dæmis sem leið og íbúðaverð hættir að hækka ef að verðbólgan hverfur ekki á sama tíma, þá mun skuldahlutfall heimilanna auðvitað hækka bara út af verðtryggingunni. Svo að lokum, mismunandi áhrif vaxta og verðbólgu á tekjutíundir. Við veist þetta vantaði mitt. Fyrir fólk sem í efri tekjutíundum þá skipta vaxtahækkanir og verðbólga í rauninni ekkert svo miklu máli. Það rýrir vissulega svona aðeins þann afgang sem það hafa svona hver mánaðamót en samt með afgang. Og þá var ekki eðlilegt að hafa einhverja næmnigreiningu í stöðuleikamati það hvar verðbólga og vaxtaákvarðanir lenda með tilliti til ráðstöfunartekna á mismunandi tekjutíundir. Því að 10,2% verðbólga almennt rauninni miklu hærri verðbólga fyrir fólk sem eyðir öllum ráðstöfunartekjum sínum í húsnæði og mat þar sem verðbólgan mun hærri, 12,2%. Takk. Ég þakka þér fyrir Björn, þetta reynda, mjög góða spurningar. Takk. Og þannig að þess að ég geti svarað þá þurfti ég að tala dálítið lengi, en hvað var að með fjármála stöðuleika og óstöðuleika, þetta hárrétti punktið þér. Og því að þegar talað verðstöðuleika, það var alltaf verið að tala frávik frá verðstöðuleika. En það alltaf að tala fjármála stöðuleika og hluti þegar erfitt að mæla fjármála stöðuleika. Af því að hvernig mælur hann? Af því að ég gerist ekkert fyrir en allt ínum bara allt fer í skrúan, sko. En ég held að þetta sé alveg réttu punktið þau. Að við gætum haft umfjöllun með miklu meira til frávika að það áhættu sem í kerfinu. Ef það ekki nægilega skýrt, ég held að hvað það var þar. Þannig að það eru ákveðna áhættuþættir við fjármálastöðuleiki það verið fjármálastöðuleiki en við kannski svona ekki eins ekki eins svona það er ekki eins svona mikið svona riddaramennska í því heldur en að það verið peningastöðunefnd því að fjármálastöðuleika nefndur reynar að koma í veg fyrir fjármálastöðuleika og ef allt gengur vel þá tekur enginn eftir þessu ef okkur heppnast að koma í veg fyrir skuldavandamál heimilana þá það það enginn sem þakkar fyrir það bílinni því að það gerist ekki og eins og með fjármála óstöðuleika það sem nefndinni gerir að koma í að loka öllum glöfum fyrir það að það geti byggst ójafnvægi eða það geti komið óstöðuleiki en ég held að þetta sé alveg hvað var að hagvöxtinn þar að vísu, þú veit tala fjármálastöðuleika en ekki peningastöðunefnd en jú, það var 6-7% hagvöxtur á síðasta ári sem of mikið miðað við það sem íslenska hagkerfið ræður við til lengri tíma. Við höfum einhverju leyti bætt upp með því að flytja inn vinnuafl. En það alltaf sé hætta fyrir hendi og það sem gerist að efnahagskerfið ofhitnar í of miklum hagvexti að það hefnið sín það kemur niður aftur og það komur kreppa og þess vegna það eitt af grundvallar atriðum það sem að
þjóðhagfræðingar reyna að ná fram það að tryggja einhvern stöðugleika, reyna að minnka hagvöxtinn á tímum eins og síðust ári og reyna að auka hann þegar það er niðursveifla. Og ég held að ég alveg sammála að þetta skiptir mjög miklu máli þegar þið velti fyrir ykkur stöðu ríkisfjármála. Eins og bara það að tekjurnar á síðust ári einhverju leyti tengd að því hvað var mikil hagvöxtur. Einhverju leyti svona vindfól gein eins og svo í sletti. Ég held að það verða að hafa mikil, það mjög erfitt að ætla að byggja til langtíma áætlanir eðslu eða kostnaði í ríkisfjármálum á slíkum tekjum, bara sem dæmi. Þó það kannski ekki mitt hlutverk að veita ráðgjöf ríkisfjármálum. En þarna, hvað stýrist ákvarðanir, núverandi verðbólga erfið einmitt út af þessu. Og þá ekki við með Ísland, þá við öllum lönd að þetta eru verðbólga sem stafar af hækkunum á kostnaði. Þetta í rauninni í öðrum löndum stagflation, kostnaðarverðbólga. Og hún bara mjög erfið fyrir Seðlabanka að vinna á, en þess að þú ert í rauninni að, eins og ég gerist út í Evrópu, að heimilin sem eru þegar mjög aðþrengt út á hækkunum á orkuverði, ýmsum öðrum hækkunum og þessi verðbólga er sérstök, þetta er hækkun á matarverði. Það hefur ekki verið svona verðbólga í matarverði fyrir í áratugi. Þróun hefur verið svo, held ég allavega frá því ég fæddist, sem ekkert svakalega langt síðan, að þá hefur matarverði í rauninni bara farið lækkandi. En núna erum við að sjá það snúast við og hluti til það bara út af stríðinu í Úkraínu, en líka út af bara öðrum þáttum sem eiga sér stað og það að hafa þau áhrif að þessi verðbólga verið miklu erfiðari að eiga við og miklu sjálfsökkuvillir. Og það þýðir það að Seðlabankar allan heim eftir að vera fyrir mjög harðri gagnrýni frá fulltrúum almennings, eins og einhver. Ísland dálítið sér á báti að því við erum bæði með þessa kostnaðarverðbólgu sem við flytjum inn í landið og líka bara það að bændurnir okkar bara þurfa að eiga við hærra áburðarverð og alls konar. En það líka þarna eftirspurnarverðbólga. Þannig við fáum þetta tvennt á kostnaði utan og síðan eftirspurn innanlands. Og þetta verkefni, nú erum við að tala fyrir hönd peningastefnu, þetta verkefni ætla að ná niður verðbólgu bara mjög erfitt svo lengi sem það er 10% verðbólgu í Þýskalandi. Og við erum að flytja inn 10% verðbólgu bara í innflutningi. Það verður bara mjög erfitt að ná okkar markmiðum með þennan staðan. Þess vegna skiptir árangur okkar þarna gríðarlega miklu máli veltur á því hvernig þjóðum kringum okkur gengur og vextir úti frá hækkandi. Einhvern veginn hefur það gerst að verðbólga úti lækkaði í vetur vegna þess að gas lækkaði, þetta líðasti vetur í Evrópu um langan tíma. Verðbólgan að koma upp aftur. Allir þessi helstu seðlabankar hafa verið að gefa þau skilaboð að þau ætla að hækka vexti meira. Núna í Bandaríkjum bara verið að búast við þegar stýrivexti fari í 6% brálega og Evrópski seðlabanki hefur líka verið að signera vaxtahækkanir. Þannig að verðbólguhorfur eru að versna aftur. Með næmnigreiningu ég held að það sé líka bara mjög góða punktur við. Gunnar, þú kannski svara því? Já, bara fyrst varðandi fjármálastöðuleika og að því að ég meina auðvitað það rétt að það er hægt að reyna að greina betur, þú veist, hvar eru áhætturnar og svo framvegis. Það er hins vegar töluvert gert af því og þá kannski vert að hafa í huga hvað snýst fjármálastöðuleiki og hvað er það sem við erum að reyna að gera í fjármálastöðuleika nefnd og þessi tæki sem verið að beita til þess að efla fjármálastöðuleika. Það hefur sýnt sig, ef maður skoðar söguna, að svona sirka helmingurinn af bólum hefur átt sér stað í einhvers konar skuldatengdu húsnæðis, þar sem hefur verið skuldsett húsnæðiskaup, hafa drifið áfram og það hefur síðan farið illa og það hefur haft áhrif á hagkerfið og það hefur leitt til þess að bankarnir hafa ekki getað lánað út í hagkerfið þá til fyrirtækjana því að bankarnir hafa verið í veikri stöðu. Því að hlutverk banka er svona þríþætt í grunninn. Það er að miðla lánsfé, það er að áhættu greina hverjum á að miðla lánsfé til og hversu líklegt er að aðeins séu muni greiða tilbaka og svo í þriðja lagi greiðslumiðlun. Og það er rauninni þessir þættir sem við erum að tryggja að bankakerfið eða fjármálakerfið geti haldið áfram að sinna við allar aðstæður og þar koma þessar reglur sem voru settar eftir 2007, 2008-2009 eigið fé, laust fé, lánþegarskilyrði og fleira til þess að
horfa út frá hvernig aukum við viðnámsþrótt bankakerfisins eða fjármálakerfisins. Við erum ekki að hugsa þegar við erum að setja lánþegaskilyrði til að mynda, þá erum við ekki að hugsa einstök heimili eða hafa áhyggjur af einstökum heimilum. Auðvitað er það eitthvað sem við höfum í huga, en það er ekki tilgangurinn með því að setja lánþegaskilyrði. Tilgangur með því að setja lánþegaskilyrði er það verði ekki hópur af heimilum sem lendi í vandræðum, þannig að bankakerfið verði þá í þeirri stöðu að það verði vanfjármagnað og geti ekki stutt við hagkerfið. Því á endanum er það sem við verið að reyna að gera er að auka velferð almennings og allra á Íslandi. Þannig að það er svona grunnurinn. Ef við þá förum í ritið og það sem að liggur fyrir hér skýrsla okkar til þingsins, að þá eru nokkrar greiningar þarna inni sem að einmitt fara svolítið út í þetta. Það er nýr vísir sem að byrjuð að birta sem að er hagvöxtur í hættu, sem að er verið að mæla, þú veist, ef að miðað við stöðu fjármálakerfisins í dag og hagkerfisins er einhver áhætta af fjármálastöðuleika á hagvöxt til framtíðar, og við sjáum að það er aðeins að tikka upp en það er ekki stórvægilegt. Við erum líka að mæla fjármálasveifluna, það er að segja skuldasveifluna í húsnæði, fyrirtækjum og svo framvegis, og þar hún hefur verið að fara aðeins upp á við, og það var meðal annars ástæðan fyrir því að við ásamt öðrum ástæðum að við settum á sveiflujöfnunaraukann aftur haustið 2021 sem að tók sem gildi núna á síðasta ári 2022, fórum eins og allir muna í mars 2020 afnámuðu sveiflujöfnunaraukann til þess að auka kraftin í bankakerfinu til þess að geta lánað, og ég held að það hefði tekist tiltölulega vel, en við settum hann síðan aftur á að því að bæði var bankakerfið vel fjármagnað og var reiðubúið til að setja hann á, en líka töldum við rétt að búa í haginn fyrir mögulega erfiðleika síðar, og þetta er eitthvað sem við veltum fyrir okkur. Síðan í fjármálastöðugleika skýrsluna, því það sem við erum að velta fyrir okkur er, eins og ég sagði áðan, þá er þetta skuldadrifið, það sem við höfum mestar áhyggjur, að það sé ofskuldsetning í hagkerfinu, og þá eru miklar greiningar í fjármálastöðugleikaritinu á hver er staða heimilana, hver er staða fyrirtækjana, hvernig er skuldsetning, hvernig er hlutfall skuldsetningar. Þannig að ég tek alveg undir það sem þú og Ásgeir hafa verið að nefna, að það mætti greina þetta betur, en hins vegar eru heilmiklar greiningar í ritinu. Bara örstutt næmnigreiningu, því það er verið að senda mér signal hérna að stytta mál mitt, næmnigreiningu, að þá fórum við það áður en settum á lánþegaskilyrðin, þá greindum við það alveg mjög ítarlega hverjir yrðu fyrir mestu áhrifum út frá tekjum, út frá skuldsetningu og svo framvegis áður en við settum lánþegaskilyrðin á, og við settum þau fyrst á með það hugarfari að reyna að hafa sem minnst áhrif á þessa hópa við töku á fasteignalánum. Það var svona, þannig að það fer fram næmnigreining þó við birtum hann ekki alla í ritinu. Takk fyrir það. Það var að Logi Einarsson. Já, þegar það kemur yfirleitt og ágætt svör. Ég ætla að vera með spurningar á tveim tóum, annars er það svona almennt og hins vegar kannski aðeins meira inn í daginn svona, það er almennt líka. Mér langar að spyrja aðeins um lífeyrissjóðina. Það kemur fram í skýrslu ytri matsnefndar, hann kom út í síðasta mánuði held ég, að það þyrfti að færa lífeyrissjóðan í nútímalegra horf og hvatt beinlínis til lagasetningar, meðal annars til að gefa kannski Seðlabanka svona öflugri stýritæki, af því að sjóðirnir eru náttúrulega ótrúlega stórt hlutfall á okkar hagkerfi miðað við kannski það sem gerist, og tilefnið væri að hafa gætur á lífeyrissjóðskerfinu með tillit til fjármálastöðugleika, til að við skiljum betur hvaða aðstæður geta leitt til svona flökts og brenglunamarkaði af völdum þeirra. Bið ykkur aðeins að gefa bara komment á þessar ábendingar. Og varðandi þá lífeyrissjóðina, ég meina þeir aðilar hér innanlands sem að eiga mest fé og það er verið að rýmka heimildir þeirra til að fjárfesta erlendis, á sama tíma þá er svona einhver mesti óstöðuleikin sem að við allavega almenningur finnum fyrir er á húsnæðismarkaði. Mér langar að spyrja út frá fjármálastöðuleika
hvort lífeyrissjóðunir og hvernig þeir gætu þá leikið stærra hlutverk á húsnæðismarkaði til lengri tíma sem svona kannski þolinmóður langtíma fjárfestir sem í rauninni ekki einhvern veginn annarkvort í bullandi sókn eða bullandi vörn eftir hvernig svona reglurnar á markaðnum eru. Síðan að því að það hafa nú 2 áhrifamenn í íslensku efnahagslífi talað þjóðarsátt núna á síðustu 3 dögum, það seðlabankastjóri og fjármálaráðherra og þeir talið að það sé töluvert góður fjármálastöðugleiki hér á Íslandi. Ég ekki viss að fólk upplifi að fjármálastöðugleiki heimilanna sé ofboðslega mikill í augnablikinu. Þá langar mér bara að spyrja Ásgeir hvað hann telji að slík þjóðarsátt þyrfti að fela í sér. Hverjir gætu komið þar aktíft inn og hvort að hún þyrfti ekki að fela það í sér að þeir leikendur á sviðinu sem að hefur vegna best á undanförnum árum sýni þá meiri ábyrgð en aðrir. Takk. Já, þakka þér fyrir. Varandi lífeyrissjóðuna að þá þannig að löggjöf lífeyrissjóði hún líka fyrir hún þarfnast endurskoðunar og það rauninni viðurkennt og hefur rætt margoft. Seðlabankinn hefur lagt upp ákveðna hluti sem hann og þá bæði fjármálastöðugleika armur og líka fjármálaeftirlitsarmur nokkurn veginn sammála. Það nokkuð vandamál fyrstilega náttúrulega eftirlit með lífeyrissjóðum á 2 stöðum, það bæði fjármála þarna ráðuneytið líka með eftirlit með lífeyrissjóðum og Seðlabankinn sem óheppilegt mörgu leyti og þetta skulle vera 2 aðilar með þetta. Öðru lagi tel ég að það þurfa að setja sérstaklega löggjöf viðbótarlífeyrissparnað og aðgreina hann frá skyldusparnaðnum mörgu leyti. Og ég tel líka það að út frá þjóðhags, út frá fjármálastöðugleika og nefndin tekið til umfjöllunar að þá þurfum við auknari heimildir bara til þess að tryggja þjóðhagslegan stöðugleika. En ekki það að lífeyriskerfið mjög gott og hefur staðist mjög vel mörgu leyti. En það hins vegar náttúrulega stærra heldur bankakerfið. Heildareign lífeyrissjóðanna stærra en eignir bankana. Og þó kemur aftur að spurningu 2, ég held að þátttaka lífeyrissjóðanna náttúrulega eiginlega óhjákvæmileg til þess að geta byggt upp stöðugt lánakerfi. Og ég til sjálfur, það sé ekki endilega öllu leyti heppilegt að lífeyrissjóðanna séu sjálfur lána út, sé að stunda smásölu á fjármagni, ég held að það veri heppilegra að þeir leiti aðra aðila að sjá það, en ég tel að það sé í rauninni ómögulegt að sjá fyrir sér húsnæðislánakerfi í Íslandi sem ekki stutt af lífeyrissjóðum meinum öðrum formum og líka hafa því í huga að lífeyrissjóður eru einhver leyti einstakir fjárfestar að því að peningarnir sem þeir eru með eru bundin svo langan tíma og þess bankarnir, innlánin í bönkunum eru svo stutt. Lífeyrissjóður eru náttúrulega með mjög langar skuldbindingar og það gerir það verkum að þeir geta eins og segir þeir geta fjármagna langar skuldabrótgáfur og hafa gert það og þess vegna eru þeir aðilinn sem mætti geta staðum þannig kerfin. Með þessi ekki segja það að ég saman tíma líka held ég að það mætti alveg rýmka lögjum lífeyrissjóði hvað með að gera sem fjárfestar. Ég held til að sömuleyti núverandi löggjöf sé of takmörkuð fyrir þá. En ég tel að það sé bara líka mjög mikilvægt að þeir átti sig á því líka það að hvað eru stórir í þjóðhagslegu samhengi og hvað var að gengi krónum og allt það, þá var þannig að eins og þetta á að virka að þá borgar fólki lífeyrissjóði og það getur 15-20% sem fólk að borga sem aðeins mikil peningur og það þá neysla sem frestuð. Það ætti að leiða til viðsetta afgangs því að frestun neysla þýðir minni innflutningur. Og það ætti að gefa lífeyrissjóðunum svigrúm til þess að flytja út pening á móti. Og þetta virkaði alveg ágætlega fram að kói að gengi krónan var ágætlega í jafnvægi þar að segja það var viðsta afgangur og lífeyrissjóðunum tók hann út og fjárfestu fyrir hann. Og það var bara mjög gott. Það hefur heldur vera núna út af því að við höfum ekki verið með viðsta afgang nægilega vel. Þess vegna hefur þetta verið erfiðara.
ég svo sem að vona það að við séum að sjá aukinn og það vinni það, en eins og það líka, það er mjög mikilvægt að lífeyrissjóðin fjárfesti erlendis og að bara fyrir okkur sem eigendur, öll sem setjum inn inni sem eru eigendur þessara sjóðsfélagar, einhverja sjóða, að þessi eignir okkar séu einhverju leyti ávaxtaðar útlöndum. Þjóðarsátt er þannig, eins og við komum að því, ég er algjörlega sammála Logi, þjóðarsátt það verður allir að taka þátt í henni. Og við erum lítil þjóð og jöfnuður skiptir okkur mjög miklu máli, eins og við vitum öll, og við getum aldrei farið fram með þjóðarsátt nema það sem liggi fyrir að það séu allir með þessu og við séum ekki að sjá ofurlaun stjórnendafyrirtæki eða eitthvað álíka og það séu allir undir sömu sökseldir. Og þannig var þjóðarsáttin 1990 og þannig verður næsta þjóðarsátt, ef hægt er að kalla það þannig. Og þannig að það er ákveðin kostur og gallar við að vera lítil þjóð, hlutinir verða ekki einfaldir við að vera litlir, en sumur hluti ættu við geta leyst með samtali hér og í þessu landi, eins og það bara að koma saman að ná niður verðbólgu, þess að sko svona almennt séð. Það sem Seðlabankinn hefur oft lent í gennum tíðina og það er ekki tala um þetta síðan 10 ár, 20, 30, 40 ára það að Seðlabankinn hefur þurft að leysa með peningaaðgerðum hluti sem stafar af þjóðhagslegu ósætti innanlands, eins og það hver launamunurinn eigi að vera innanlands. Og því hefur haldið fram til eins og allar gengisfellingarnir 1978 hefur stafað því að Íslendingar voru ekki sammála um það hver ætti að vera launamunurinn innanlands, hver ætti að vera munur á launum læknis og verkamanns og svo framvegis. Og það er mjög óheppilegt þegar við förum að reyna að beita peningastefnunni til þess að reyna að leysa pólitísk vandamál. Það er verkefni ykkar hér, þingsins, að gera það og hvað það var, já, Gunnar, og þú? Bara örstutt lífeyrissjóðina að ég held að það sé bara mjög gagnlegar ábendingar sem að koma fram í 36. greinar skýrslunni að það sé hægt að gera meira til þess að greina þá áhættu sem fylgir lífeyrissjóðum og þar eru náttúrulega nokkrar og ein þeirra er náttúrulega fyrst og fremst að því að lífeyrissjóðakerfið hefur verið alveg gríðarlega árangursríkt, það hefur skilað miklum árangri og góð ávöxtun og þannig að það er orðið stórt. Og þess vegna þurfum við aðeins að fara að velta fyrir okkur, eins og Ásgeir kemur inn á, þurfum við að fara mögulega að taka hluta af því, brjótað upp, þannig að séreignarsparnaðurinn fari ekki í sömu sjóði eins og skyldusparnaðurinn, af því að þetta veldur ákveðnum vandamálu varðandi stjórnarhætti. Þegar lífeyrissjóðirnir stórir í félögum á Íslandi og fjárfestingum á Íslandi, að það séu sömu aðilarnir við borðið sem að séu svona hlutlausir fjárfestar. Þannig að þetta er svona ákveðin áhætta sem að þarf að fylgjast með og velta fyrir sér því að þetta getur leitt til þess að tiltölulega smáir eigendur félaga verða ráðandi eigendur félagina því að lífeyrissjóðirnir eru hinnur hljóðlátu eigendur. Þannig að ég held að þetta kom inn á þessa stjórnarhætti líka sem Ásgeir var að tala um með eftirlit með lífeyrissjóðum og þetta er það sem var verið að benda á bæði þessari skýrslu og við höfum einnig átt samtal við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn um þetta. Annað varðandi lífeyrissjóðina er það að við erum í þeirri stöðu núna að það er verið að leggja inn og þeir eru að spara. Þeir eru að taka inn peninga frá þjóðinni en það mun koma sá tími að lífeyrissjóðirnir munu jafnvel þurfa að fara að greiða meira út heldur en þeir taka inn. Auðvitað mun það ráðast af því hversu mikið að fólki mun flytja til Íslands og hvernig fólksfjöldi og þróun á Íslandi verður og þannig að núna erum við að tala um hvað 2040-2050 þegar það gerist. Þess vegna er tilvalið að fara að greina það núna áður en við lendum í þeirri stöðu hvaða áhrif mun það hafa á fjármálakerfið, efnahagslífið og svo framvegis. Þannig að þetta er ákveðin fjármála stöðuleika áhætta til framtíðar sem er ekki nálægt okkur í tíma núna og þurfum ekki að hafa einhverjar áhyggjur af því á deginum í dag en þetta er hlutverk okkar í Seðlabankanum að byrja að greina þetta og til þess að svara þessu, til þess að bregðast við þessu í 37. greininni þá erum við komið með nokkrar áætlanir sem verið að fara að ræða í fjármálstöðuleika í næstu viku álagspróf, greina lífeyrissjóðina betur og svo framvegis. Þannig ég held að þetta sé alveg mjög þörf ábending.
Varðandi húsnæðismarkaðinn, bara til að koma aðeins inn á það, af því þú nefnir að það sé ekki fjármálastöðugleiki hjá heimilunum og nú ætla ég ekki að draga úr því að það eru vissulega heimili sem eru ekki vel stödd og eiga erfitt með að takast á við verðbólguna, en ef við skoðum gögnin og tölurnar, ef við förum aðeins ofan í tölurnar og gögnin, að þá eru launavísitalan hefur hækkað 30% frá því að við byrjuðum að lækka vexti og þangað til dagsins í dag. Svona, ég held að byrjun árs 2020 með núna. Ef við tökum inn skattabreytingar sem hafa orðið á þeim tíma líka, að þá, að því að það er fleygt fram í fjölmiðlum að hvað gastu keypt fyrir 250.000 greiðslugetu í byrjun árs 2020 og hvað getur keypt fyrir 250.000 greiðslugetu í dag. Og það séu, þá var fullt af eignum á markaði sem gast keypt, nú séu til að fá eignir á markaði. Ef við bara gerum svona meðaltalsreikninga á einstaklingi og fjölskyldu með 2 börn, að þá hafa 250.000 krónar greiðslugetan í byrjun árs 2020 er 450.000 í dag. Þetta eru bara tölurnar ef þú horfir á hvernig launavísitalan hefur þróast, hvernig skattar hafa þróast og annað. Þannig að það er ekki alveg sanngjarnt að bera saman hvað gastu fengið fyrir 250.000 í 2020, þú verður að skoða hvað getur fengið fyrir 450.000 í dag. Þannig að þú veist, ég held að staðan sé ekki alveg jafn slæm eins og við stundum viljum vera að láta. Þetta er fyrsta lagi. Í öðru lagi, ef við skoðum greiðslubyrðina, og við búum svo vel út af því að við erum með núna skuldbindingaskrá og stokkurinn af fasteignalánum hefur endurnýjast á síðustu 3 árum. Svona cirka 70%, 60-70% af stokknum hefur endurnýjast. Þannig við vitum hver laun þeirra sem tóku lán á þessum tíma. Það hefur ekki orðið meiri háttar atvinnuleysi. Það hefur ekki, flestir hafa verið í svipaðri eða sömu vinnu og þeir voru árið 2020. Laun hafa hækkað á þessu tímabili, en fyrir 75% allra lánþega á fasteignamarkaði þá greiðslan hækkað minna en 30.000 á mánuði. Á meðan að greiðslugetan hefur hækkað margfeldi af því. Auðvitað eru dæmi á jaðrinum sem eru erfið, sem eru svolítið ykkar hlutverk að fást við á Alþingi, hvernig tryggjum við þá sem að verst hafa það og hafa lægstu launin og svo framvegis. En ef við horfum á heildina, þá heildin bara hefur það býsna gott á Íslandi þegar við horfum á fasteignamarkaðinn og fjármálastöðugleika heimilan. Ég held við verðum bara svolítið að horfa á þessar tölur og eins og Ásgeir hefur komið inn á áður á þessum fundi, áhyggjurnar okkar ætti að snúast að þeim sem gátu ekki keypt sér húsnæði og eru á leigumarkaði, þeirra sem eru með lægstu launin, en ekki í einhverjar aðgerðir fyrir 75, 80, 90% af þjóðinni. Herri, nú það styttist í fundatímanum, þannig ég ætla að biðja alla aðeins að stytta málsitt, en næsta mælendaskrá Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Já, takk. Mér langar að spyrja ykkur aðeins út í lántökuskilyrðin, einkum greiðslubyrðarhlutfallið. Þegar þið komið hingað í fyrra þá viðraði ég þær áhyggjur að þeim ströngu skilyrðin greiðslubyrði og hækkandi vextir gætu leitt til þess að margir staðist ekki greiðslumat fyrir óverðtryggðum lánum eða færu yfir greiðslubyrðarhlutfallið og myndi því neyðast til að taka verðtryggð lán og samkvæmt nýjustu tölum er mikill meirihluti nýrra húsnæðislána einmitt verðtryggður. Og því vil ég spyrja, er ykkur kunnugt leiðbeinandi tilmæli Evrópska bankaeftirlitsins framkvæmd greiðslumats þar sem segir að lán sem hafi í för með sér frestun á greiðslubyrði eins og verðtryggðu lánin að gera skuli ráð fyrir viðeigandi svigrúmi vegna hækkandi greiðslubyrði og ekki skuli byggja greiðslumat á væntingum að tekjur lántakenda muni aukast verulega á lánstímanum. Og nú er greiðslumat eingöngu miðað við greiðslubyrði á fyrsta gjalddaga sem á verðtryggðum lánum er þó aðeins á þeim eina gjalddaga því hún fer svo síhækkandi eftir það. Finnst ykkur það samræmast þessum tilmælum frá Evrópska bankaeftirlitinu og væri ekki eðlilegra að gera einhvern veginn ráð fyrir óhjákvæmilegri hækkun lánanna svo lántakandinn geti staðið undir henni þó tekjur hans aukist ekki. Og þegar að svona mikil verðbólga er þá ekki hætt við að hækkun verðtryggðra lána geti á stuttum tíma étið upp allt eigið fé lántakanda svo hann endi jafnvel með því að missa húsnæðið og koma út í mínus. Væri því ekki eðlilegra að setja strangari skilyrði hámark veðsetningarhlutfalls fyrir verðtryggð lánin óverðtryggð líkt og á við hámark greiðslubyrðar og teljið koma til greina að skerpa á þessum reglum þannig að neytendur þurfi ekki að standa frammi fyrir því nauðvali að taka verðtryggð lán þvert gegn vilja sínum. Takk. Ég kannski bara svara fyrst og síðan við vísa þaukunar. Einhvern veginn er við sammálað því eins og varandi verðtryggð lán hvað upphafs þarna greiðslubyrðin lág. Og þess vegna held ég
var ekki fyrra sem við settum sérstakar reglur lánþæðaskilyrði fyrir verðtryggð lán, einmitt þess að koma í veg fyrir þetta. Þannig að það sem við sáum gerast á það þegar verðbólga jókst óvænt þá í rauninni lækkaði verðtryggð krafa á markaði. Þannig að verðtryggðir raunvextir lækkuðu, bankarnir voru að bjóða í rauninni lækkun á verðtryggðum raunvextum til lánþega sem við höfum ágjörði því að væri í rauninni bara svona upphafsdæmi og geti hækkað. Þannig við tókum það til sérstakara greiningar og þrengdum lánþegaskilyrðin fyrir verðtryggð lán. Síðasta minnir að vera ágústi fyrir eitthvað ólíka. Og þannig við höfum haft aðeins ágjörði þessu, varðandi veðstingarhlutfall. Þetta er alveg umræða sem við getum alveg velt fyrir okkur. Það er mismunandi áhætta sem fylgir verðtryggðlánum og nafnbastarlánum. Nafnbastarlánin hafa mikil áhrif á greiðslubyrði, kemur strax niður á fólki hverju mánuði, minni pening milli handana, verðtrygging leggst á höfuðstólinn og étur niður eigið fé. Og það má alveg velta fyrir sér þegar veðsynningur hugsuðu að það er náttúrulega aðeins meiri áhætta að lenda yfir veðsynningu við verðtryggð lán. Og hins vegar það þannig að eins og segir munurinn því við sjáum til þess að skuldastapinn á síðasta ári hjá heimilunum, hann lækkaði að raunvirði, hann hækkaði ekki. Og það meðal annars stafar af því að við erum með nafnbastarlán. Gunnar, þú kannski fara aðeins betur yfir? Nei, ég meina, þú veist, þetta var ein af ástæðunum fyrir því að við breyttum greiðslubyrðarhlutfallinu fyrir verðtryggð lán í fyrra. Já. Hins vegar þegar við erum, eins og þú nefnir, þegar að einhver stenst ekki greiðslubyrðarhlutfallið fyrir óverðtryggð lán, þá er það að því að við teljum óskynsamlegt að viðkomandi sé að skuldsetja sig fyrir hærri fjárhæð. En verðtryggðu lánin geta þá komið inn sem valmöguleiki fyrir viðkomandi einstakling eða fjölskyldu að því að það sem þetta í fullkomnum heimi og tímavirði peninga, að þá ætti staðan að vera svo sama ef við tækjum lán í dag verðtryggt og óverðtryggt eftir 40 ár. Ef þetta verðlagningin væri algjörlega rétt, sem hún náttúrulega er ekki, en samt að því að þú ert annars verið að staðgreiða verðbólguna og hins vegar ert að greiða verðbólguna yfir tíma. Það sem þú gerir með verðtryggða láni, þá getur aukið neyslu þína af húsnæði í dag. Þú getur búið í betra og stærra húsnæði í dag en átt minna eftir að því þú ert í raunin að borga með eignamynduninni yfir tíman og átt þess að minna þegar að kemur að lokum lánstímans í eigninni, að því þú ert búin að vera að nota eignamyndunin til þess að borga yfir lánstíman. En þú getur hins vegar hafa búið í dýrara og betra húsnæði yfir þessi, segjum 30 ár, heldur hún hefði verið í óverðtryggðu. Þannig að þetta er svolítið val fyrir fólk að velja hvort það vil vera með eignamyndunina og í lok, segjum, æviskeiðs að eiga þá myndarlega eign í húsnæðinu eða hafa búið í betra húsnæði yfir ævitíman. Þannig að við megum ekki alveg tala verðtryggðu lánin sem eitthvað óvinn, heldur þetta ákveðin valkostur. En þannig að bara hafa það í huga. Takk fyrir það, kærlega, og þá er það Steinunn Þóra Árnadóttir. Já, þakka ykkur kærlega fyrir ykkar framsögu. Það eru auðvitað þannig þegar liðið á fundin að spurningar við ýmsu eru komna fram, en það er bara gott. Mér langar aðeins að kannski á svipuðum slóðum og aðrir. Þetta er varðandi niðurbrotið og ég held að við kannski einhverjum hlut að svara þessu. En það er varðandi skuldir heimilanna séu ekki að vaksa mikið almennt, sem er gott, en þið komið aðeins inn á það, en þannig að hversu mikið getið þið brotið það niður á niður á tekjutíundir og hins vegar það sem að ég held að sé bara alveg rétt að það er okkar að hafa áhyggjur af þeim sem að ekki gátu keypt og eru á lægstu laununum, sérstaklega núna þegar að verðbólgan fer vaxandi.
sko nú eru þið í Seðlabankanum búin að setja lánþegaskilyrði einmitt til þess að eins og þið hafi hér lýst að koma í veg fyrir að fólk sé að yfir skuldsetja sig. En eitthvað sem að sko, ef við hugsaum húsnæðismarkaðinn í heild sinni, eitthvað sem að þið getið gert í hinn endan til þess að þið vitið að bara allar íbúðir sem að eru til séu ekki keyptar upp að fjársterkum aðilum, eitthvað þar sem Seðlabankinn getur gert þar, eða það okkar hlutverk, vegna þess að ég tel að við eigum einmitt að hafa áhyggjur af þessu þó svo að þessu auðvitað jákvætt sem hefur komið fram í ykkar máli að svona heildarmyndin góð en meðaltöl segi ekki allt. Takk. Já, þakka fyrir ég, þú erum sammálaður að meðaltöl segi ekki allt og ég held að sko sé alveg líka rétt sem þau komum fram að í þjóðarsátt, ég held að húsnæðismál verði mjög stór þáttur í því. Ég held að það sem við sjáum og það sem hefur kannski gerst á síðustu árum það að, og það ekki endilega bara á 73 árum til lengra aðdragandi að í rauninni stað á húsnæðismarkaði skiptir gríðarlega miklu máli fyrir lífskjör fólks og í rauninni ráðstöfunartekjur og svo framvegis. Og hvort fólk hafa náð að kaupa á réttum tíma, hvort fólk hafa náð að komast inn á fasteignamarkaðinn og svo framvegis. Þannig að það sem við höfum bara reynt að gera það að tryggja það að það verði ekki aftur skuldavandræði við heimilum. Og það hefur gert með þessum lánþegaskilyrðum og sem að reyna að koma í veg fyrir það að fólk sé að taka miklu áhættu þegar það er að kaupa. Við höfum eiginlega ekkert vald á leigumarkaðnum eða annað vald á húsnæðismarkaðnum við höfum og það eru einhver leyti Alþingi og síðan skipulagsyfirvöld sem er sveitarfélögin sem ráða náttúrulega mjög miklu og ég held að það þurfa að gera miklu lengri áætlanir framboð húsnæði og líka þá miða við ákveðin tekjuhópa að það þurfi þá bara viðurkenna það að það þurfi ekki gæti menn ég sé ekki fara að tala eins og þetta stjórnmálamaður, ég sé ekki fara með eitthvað hlutverk að bara viðurkenna það að það sé ákveðin þarna sko lágtekju hópar þurfa húsnæði, bara hvernig förum við að því og það getur verið mismunandi leiðir að því markmiði að því að þið líka ekki vanmeta það líka það að lágtekju fólk vill búa í eigin húsnæði líka sko og vill ekki vera dæmt til þess að búa í leiguhúsnæði alltaf og en það eina sem ég sér það að það sem Seðlabankinn getur gert er það að reyna að styðja við tiltölulega stöðugt lánakerfi sem gæti staðið undir einhvers slags langtíma áætlunum frambúð húsnæði og þá einhvers slags plönum eða skipulagi sem Alþingi kæmi eða hugsaði eða rauninni framkvæmdarvaldi í þessu umboði Alþingis að velta fyrir sér hvernig við getum unnið, hvernig við getum tryggt húsnæði fyrir fólk og en það sem við getum lagt að mörgum í stuttu máli er reyna að tryggja það að peningar sem þannig að við getum fólk hafi að langtíðamestir séu tiltölulega stöðugir og tiltölulega lágir hvort við getum gert það og en þetta er eiginlega svona stærsta máli núna fyrir mjög marga. Og ég held að þetta sé alveg rétt. Stöðugleiki númer 1, annað sem við höfum náttúrulega gert er greiðslubyrðarhlutfallið og við trúum því að þó að það sé ekki endilega fyrsta markmið greiðslubyrðarhlutfallis því að við erum að tryggja stöðugleiki í fjármálakerfinu en við trúum því að jarðtengja greiðslubyrði fasteignalána við laun mun á endanum leiða til þess að sveiflur í fasteignaverði muni minnka af því að þá verður ekki þetta ofrið sem verður sem við sáum svolítið 2020, byrjun árs 2021 áður en við settum á greiðslubyrðarhlutfallið þar sem að var mikill kraftur en auðvitað var það ekki skuldsett þannig að það er ekki alveg sanngjarn samanburður, ekki eins skuldsett en þannig ég held að það sé líka annað tæki sem að við bindum vonum við til framtíðar en það er nýtt tæki, þetta er verið að nota þetta í Evrópu sem hluta Evrópulöggjöfinni. Annað bara svona eitt dæmi inn í þessa umræðu að því við erum ég held að þú sést alveg að tala rétta hluti hérna með þú veist hvar fókusun eigi að vera og hvernig sumt að því er ekki á okkar borði, það er á ykkar borði en ef við skoðum ný gögn Hagstofunnar og lífskjararannsókninni bara svona, tökum 3 punkta
heimili sem eru með fasteignalán, þeir sem eru í eigin húsnæði, að þá voru 2012 skömmu eftir hrun, þá voru 25.000 heimili eða 30% heimila sem sögðu að húsnæðiskostnaður væri þungbyrði. 2019 þá þetta komið niður í 15%, semst í loka árs 2019 þetta 15-16% eða 12.900 heimili. Nú þetta komið niður í 10%, 3 árum eftir. Þannig að þú veist, línan liggur þannig að byrðin minni að mati heimilana heldur en var 2019. Þannig að þú veist, en enga síður þetta 12.000 heimili og þar þarf fókusin að vera. Ég náttúrulega bara að bæta við að Seðlabanki fekk þessi heimildir frá ykkur 2021 að Alþingi sýndi Seðlabankanum það sko traust að við fengum heimildir að setja á þessi þarna lánsfjárskilyrði. Þannig við náðum að setja þau á haustið 2021 og þau hafa haft alveg gríðarlega mikil áhrif á fasteignamarkaðinn til góðs. Við erum að prófa okkur áfram með þetta er fyrsta skipti sem þetta hefur verið gert og það sem við viljum líka koma í veg fyrir það að setja eins og staðan var á fasteignamarkaðnum, engar eiginlega íbúðir og sölu og kannski 10-20 manns að ykkur uppboði að slást ykkur íbúðir og það sem við vildum bara tryggja það eins og Gunnar segir að jarðtengja fasteignaverð við laun. Þannig við segjum ekki aftur eins og við hefur áður að fólk sé að yfirveðsta sjálfan sig í einhvern slag við aðra kaupendur að kaupa. Þannig að Seðlabankinn mjög þakkláttur fyrir þetta traust sem Alþingi sýndi honum varðandi beitingu lánsfjárskilyrða. Það heimildir sem við fengum 2021 og ég held að þetta hafi hjálpað. En þetta leysir ekki þau vandamál sem eru undirliggjandi. Sem stafur einhverju leyti af tekjuskiptingu, hvernig hún frambúði í húsnæði, leigumarkaðnum eins og hann og svo framvegis. Það eru önnur vandamál. Talandi heimildir, bara skjóta því að því að bæði Björn Leví kom inn á þetta Logi og nú áðan varðandi greining og tekjutíundum. Það hamlar okkur aðeins í Seðlabankanum að við höfum ekki þær upplýsingar til þess að geta kyrt þær saman við skuldbindingaskrá. Og þetta eitthvað sem við erum búin að vera að vekja athygli á og væri mjög gagnlegt að geta, og við erum ekki að tala einstaklinga, við þurfum bara hópana til þess og þarna fá skattagögnin. Við búum svo vel núna eins og ég nefndi áðan að 60% eða 60-70% af stokknum hefur endurnýjast. Þannig að við höfum gögnin núna eftir 2 ár, 3 ár, þá fer að fenna yfir það að við getum greint það vel hvernig tekjutíundir dreifast á greiðslubyrði og svo framvegis. Þannig að það væri mjög gagnlegt fyrir Seðlabankann að geta gert það og við verðum að vekja athygli á því. Heyrðu, þá það Ágúst Bjarni Garðarsson. Takk fyrir þetta og eins og Steinunn sagði það nú ýmislegt komið fram. Ég ætla að fara í þessa greiðslubyrðina og slíkt og þið eru búin að svara því bara ágætlega. Það sem ég kannski velti fyrir mér að því við sjáum það og ég aðeins að innblína á húsnæðismarkaðinn. Við sjáum það að markaðurinn einhvern veginn einn og sér hefur ekki ráðið við þessa nauðsynlegu uppbyggingu. Við erum alltaf í skorti, þar að segja að markaðurinn er að sjá þetta einn og sér sem hefur valdið þessum gríðarlegum sveiflum sem við höfum verið að sjá og þið hafi verið að grípa til aðgerða til þess að sporna við þessu og þess vegna mögulega nauðsynlegt að opinbera koma að þessum málum með mjög afgerandi hætti eins og kannski rammasamkomulag sem innviðaráðherra kynnti og HMS og í samstarfi við sveitarfélögin. Ég held að það sé mjög gott markmið og muni komið í veg fyrir kannski þessar miklu sveiflur en mér langar kannski rétt í lokin að bæta við kannski aðeins það sem Logi var að velta fyrir sér eins og með lífeyrissjóðina, hvort að þeir þurfi hreinlega ekki að koma af meiri krafti í þessa uppbyggingu og kannski þá sérstaklega með það að leiðarljósi að byggja hér upp heilbrigðan leigumarkað og ég kannski fæ enda þetta að því ég las nú eftir einn hagfræðing í gær sem að ég held að hafi nú verið Ólafur Margeirsson sem á þetta kvót að nægt framboð íbúðum til leigu og sölu, minni þrýstingur á leigu og fasteignaverð, minni þrýstingur á launakröfur, minni þrýstingur á verðbólgu. Ég veit ekki hvort það hafi verið minni þrýstingur á launakröfur en það
en út frá því hvernig verðbólgum aldur í Íslandi þá þetta klárlega áhrif á peningastefnuna, framboðsmál. Og framboðsmál á húsnæði í eðli sínu pólitísk. Þó ekki endilega hjá Alþingi heldur hjá sveitarfélögunum. Af því að ákvarðanir skipulag og hverfi, þetta er pólitískar ákvarðanir, þetta er pólitíski fulltrúar sem taka þessi ákvarðanir. Þannig að ég held að hið opinbera ætti dálítið að skipuleggja sjálfan sig, eða ekki skipuleggja, samhæfa sig öllu heldur, hvernig það staðið að þessu. Og af því ég, náttúrulega mannvirkjageirinn hann hrundi eftir 2008, öll tæki voru seld úr landi og síðan þegar tæki voru farin þá fór fólkið eftir og við bara held ég mistum þarna ég veit það ekki, 5-8 ára eða kollega, síðan fór mannvirkjageirinn bara að byggja hótel þegar hann byrjaði aftur og það var bara ekkert byggt á okkur tímabili og það er bara þessi skortur sem þetta er staðar. Og saman tíma líka erum við með 7% hagvöxt, við erum að fólk flytja til landsins til þess að vinna, það fólk þarf að sofa einhvers staðar og það heimili og þannig að markaðurinn hefur einhverju leyti hlaupið undan en ég held að að ég segi svona framboðsmáli í eðli sínu pólitísk. Pólitísk að því leyti að þetta eru einhverju leyti ákvarðanir sem kjörnir fulltrúar verða að taka, hvort sem þeir eru á sveitarstjórnarstigi eða hér á Alþingi. Og þetta ætti einhverju leyti að vera þverpólitísk mál að tala alltaf mín áliti. Takk fyrir það. Og þá er það Diljá Mist Einarsdóttir. Takk og takk fyrir yfirferðina. Mér langaði aðeins að fylgja eftir spurningunni frá honum Guðbrandi. Þar sem hann myndist á það að vexti væri hér tvöfalt hærri en í löndum sem hefðu svipað verðbólgu og ég geri bara ráð fyrir að Guðbrandi sé með einhver ákveðin dæmi í huga það. Af hverju stafar það? Af hverju stafar þessi misjafna staða, misjafn viðbrögð og þetta þá áfellisdómur yfir efnahagsstöðunni hér og okkar viðbrögðum og eru lágir vextir þá í þessum samanburðarlöndum, eru þeir þá einhvers konar heilbrigðis- og stöðugleikamerki? Í fyrsta lagi bara þegar þetta er hægt að hafa því í huga, fyrsta lagi að vextir eru og hreyfingu allstaðar. Það er þessi engin seðlabanki sem er ekki að hækka vexti nú. Og við byrjuðum fyrst að hækka vexti af öllum seðlabankum og eins og við komum fram, við erum enn að því og þannig við mættum að sjá hvað gerist. Það sem við varna að því að hins vegar náttúrulega staðan í varðandi verðbólgu mismunandi, ef við horfum á evrusvæði, mismunandi á milli landa. Það verið minni þensla til dæmis í Frakklandi, heldur en í Þýskalandi. Svo eru lítil kerfi eins og baltísku löndin, þar sem er verðbólgu 20% sem dæmi. Og einu myntsvæði þá verður vel náttúrulega nota sömu vaxtastefnu. En það sem að kannski enginn okkar stöðu það að við erum með ekki bara kostnaðarverðbólgu eins og er út í Evrópu, sem náttúrulega mikil það út af orkunni, olíunni og gasinu og þessu. Við erum líka með mikla eftirspurnaverðbólgu. Það sem hefur gerst á síðasta ári var það að tvennt að annars vegar að þá bara hækkuðu allar okkar helstu útflutningsvörur bara hækkuðu verði. Við upplifum að við erum matvæla útflytjandi, ferðaþjónustan, álu og allt þetta allt saman hækkaði svakalega verði. Saman tíma líka það að þetta er mikil færsla undir tímabila, fólk sparaði í 2 ár og er að eyða því núna. Þannig að þetta er 7% hagvöxtur en þetta kemur á okkur nokkurn veginn saman. Og svo er öðru lagi, langtímavextir eru annað. Þannig að það hefur gerst úti þó að seðlabankarnir hafa ekki verið að hækka vexti mjög hratt, eins og seðlabanki í Evrópu, þá var langtímavextir hækka verulega. Þegar langtímavextir eru sjálfsagt frjálsir. Seðlabankarnir úti ráða ekki við það. Og það sem hefur verið gerð það að peningastefnan úti, það var á einu mínútu enn, peningastefnan úti, einkenndi svo miklu leyti því að Seðlabanki var að kaupa ríkisskuldabréf. Hann var að fara út á róið og þrýsta niður langtímavöxtum. Þannig að vaxtabreytingarnar eru aðeins lítill mælikvarði á hvað peningastefnan er að gera úti eins og í evrun. Eins og það sem er gerð það að Evrópski Seðlabankinn er að vinda niður þessi skuldabréfakaup. Sem þýðir það að langtímavextir, skuldabréfavextir eru bara að vera að hækka verulega. Og ég held að þeir telji það
að þessi prósess að vinda niður balansið hjá sér, efnahagsreikningin, að það sé bara tölvöld mikil svona aðhaldsþrýstingu sem var hlýst af því á langtímavexti og á atvinnulífið úti. Seðlabanki Íslands fór aldrei í svona kaup að neinu ráði. Þannig við erum bara að vinna með stýrivextina. En hinir bankarnir eru líka að vinna með þessi skuldabréfakaup sem þeir lögðu í og þeir keyptu alveg bara skuldabréf fyrir fjárhæði sem við gerum ekki skilið, háar, sem þeir eru núna að vinda niður og selja niður. Og þannig að stuttumáli, þannig að peningastefnan úti hefur þessi tvær hliðar, stýrivextirnir og síðan niðursala og skuldabréf. Og þannig að þeir Seðlabanki Evrópu er að vinna á tveimur áttum. Og það sem er mikilvægt til að skilja þessi peningastefnu. En hins vegar líka það að, svo ég komið aftur að lokum að, það er mjög erfitt að alltaf, eins og við þurfum kallað eftir þjóðarsátt, það er mjög erfitt fyrir Seðlabankana að vera einhvern veginn að bregðast við hlutum sem eiga stað á vinnumarkaði eða annar staðar, eða jafnvel á Alþingi með stýrivextahækkunum. Það er ekki mjög heppilegt að við séum að gera það. Þess vegna viljum við að við setjumst niður og vinnum saman, setjum okkur raunamarkmið, kaupmátt, hvað er þetta að fá, líka hvað ríkissjóður hefur efni á að gera og ekki og svo framvegis. Það svona vinnur þetta mjög miklu betur saman. Mér langar aðeins að fá að svindla örlítið því að mér langar til að koma einni smá spurningu, ég ætla að biðja ykkur að svara bara á 1 mínútu, en það er, mér langar að grípa boltan varðandi verðbólguna og við vitum það núna að verðbólgan hún er á mjög breiðum grunni sem er kannski nýtt fyrir okkur Íslendinga og þú nefndir í máliðinni hérna fyrir dag Ásgeir að hún er líka innflutt og þá velti ég því fyrir mér að við erum að kljást við aðstæði núna sem er stríð í Evrópu, orkuskortur allstaðar í heiminum, aðfangakeðjur hafa verið í algjöru rugli alveg frá upphafi COVID og þá velti ég því fyrir mér allir þessi þættir eru fyrir utan hið pólitíska áhrifasvið okkar Íslendinga. Að hvort að við sem stjórnmálamenn getum gert mikið meira en að þá hefta ríkisútgjöldin. Já, ég held að þetta sé hluti rétt, og það er að, ég meina verðbólga er núna 10% á Íslandi og líka 10% úti, stýrivextir okkar eru 6,5%. Og ég held að eiginlega viðbrögð Seðlabankanna úti eins og hér hafa ekki verið ekki hörð eins og ef þetta væri ekki svona mikil kostnaðarverðbólga. Ef við eins og var hérna alltaf áður, við vorum alltaf með hæstu verðbólgun í Evrópu. Ef það væri staðan núna að Ísland væri átlægir, væri miklu verðbólgu, þá myndum við bregðast miklu harðara við. Þá myndum við reyna að keyra þetta niður bara með stýrivextahækkunum. En verðbólgan í Íslandi er hluti af miklu breiðari vanda sem er eitthvað litið alþjóðlegur og það takmarkar það hvað við getum gert og hvað Seðlabankarnir úti geta gert og það er svona held ég að það hafi leitt til þess að stýrivextahækkanir hafa kannski verið minni en ella. Eitthvað leyti hafa Seðlabankarnir úti og við líka hér ákveða að hleypa sér verðbólgu gegn að einhverju marki. Þannig að við eigum engan annan kost. Því að hækkanir á matvælaverði og hvort sem það flytjum inn eða áburð sem flytjum inn eða okkur þýskum raftækjum þetta við verðum einhverju leyti að hleypa sér gegn En það sé að spurningu það þegar og það er 10% verðbólga þegar þessum punkti náða að þessi verðbólga komin í gegn þá við reynum að setjast niður og hugsa það sem við getum ráðið yfir. Og lítil þjóð hefur, eins og þú nefnir, færri frígráður til þess að takast á við. Heldur stór þjóð, það er svona hluta þessu. En þetta er hvernig þú fættu þér, ég er búin að taka allan tíman. Nei, bara örstutt að tilgangur þess að hækka vexti er að minnka kaupmátt. Við erum að reyna að draga úr kaupmætti til þess að við séum að reyna að ná tökum á verðbólgunni. Og þú nefnir það, ríkisútgjöldin eru bara hluti af þeirri jöfnu. Því meiri ríkisútgjöld, því meiri kraftur inn í hagkerfið. En það er kannski ekki það eina sem stjórnmálamenn getur gert eins og við erum búin að vera að ræða. Það er líka þeir sem að minna mega sín. Það er kannski að hafa þá í huga við þessar aðstæður.
Heyrði, þá ætla ég að þakka ykkur kærlega fyrir komuna hér í dag, Gunnar Jakobsson og varaseðlabankastjóri og Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri. Þakka ykkur kærlega fyrir og fundir slitið.